Já, takk fyrir. Já. Það kemur sér mjög vel að við séum á eftir honum Gunnari því að þetta eins og beint framhald af fyrirlestrinum hans. Það kemur þetta. Það kannski augljóst að ég Ardís og þetta Arnór, samstarfsmaður minn. Og við höfum sem sagt verið þáttakandi að vera með teymi í þeim og með mörgum samstarfsaðilum í því verkefni að tengja þessa stafrænu greiðslulausn við umsóknarkerfi Ísland.is. Og það svona ástæðan fyrir því að við erum hér að kynna þetta. Að ræða nýtt greiðsluferli fyrir allar opinberar greiðslur almennings til stofnana og ríkissjóðs. Og þetta í raun og veru fyrsta skrefið og þetta fyrsta skref fól í sér að innleiða þetta í gegnum rafræna ökuskírteina umsókn og það þá sem hluti af umsóknarkerfinu. Eitt af þessum, þá þetta árið 2999, það ekki? PDF-skjöl sem eftir. Í fyrstu þá þessi greiðslulausn nýtt sem staðgreiðslulausn en hún býður upp á aðra möguleika líka sem ég ætla að segja ykkur frá á eftir. Og þegar að umsækjandinn búinn að sækja og þarf ekki að mæta á staðinn og greiða, þegar hann búinn að sækja stafræna ökuskírteina umsókn, að þá klárar hann ferlið með þessari greiðslu. Í kjölfarið á þessari umsókn þá verður hægt að nota þetta verkefni sem fordæmi til þess að tengja greiðslur til opinberra stofnana gegnum umsóknarkerfið áfram. En eigendur verkefnisins eru greiðsluveitan, Fjársýslan og fjármála- og efnahagsráðuneytið. Hvað hefur þetta í för með sér? Þetta virkar, við erum með demo á eftir, þetta virkar rosa einfalt og saumlaust eins og Gunnar talaði en það rosalega mikið í gangi á bak við tjöldin og innleiðingin hefur í för með sér mjög mikilvægar breytingar og það hefur mest að gera með fjársýsluna en núna verður þetta allt í miðlægu ferli hjá fjársýslunni. Greiðslurnar bókast sjálfkrafa og verða bara sýnilegar jafnóðum á mínum síðum meðan að tók yfirleitt í raun og veru sólarhring áður að bóka greiðslu á móti reikningi. Og greiðslan og reikningurinn eru bara fellt saman eða jöfnuð saman samstundis. Þetta þýðir líka mun einfaldari afstemningar við færsluhirði og mikla hagræðingu fyrir allan ríkissjóð þegar þetta verður komið í allar greiðslur, ekki kannski bara með ökuskírteina umsókninni. Já, bæði bara hagræðingin í vinnu og tíma. Hver svona framtíðarsýn og þetta mjög spennandi því að þetta snýst ekki bara þessa staðgreiðslu í umsóknarkerfinu en í framtíðinni verður hægt að nota þetta kerfi sem að Arnór kynnir fyrir ykkur aðeins betur og eftir fyrir bara reikninga sem eru með gjalddaga fram og eindaga fram í tíman. Og þá mun Ísland.is eða jafnvel í gegnum heimabanka hægt að birta reikning og greiða hann í sama ferli. En þið þekkið hvernig þetta í dag að nú þarf maður að fara inn í rafræn skjöl og skoða reikninginn og reikna og greiða hann á öðrum stað. Þetta í raun og veru dálítið mikil bylting og getur líka haft áhrif á bara fjármálalæsi fólk og þess háttar. Stefnan að allir reikningar frá ríkissjóði og stofnunum munu fara gegnum þetta ferlið þar á meðal bifreiðagjöld eða vefskil hjá skattinum til dæmis. Einnig, ef að einhver óskaði þess að greiða á staðnum og vonandi verður sem minnst það í framtíðinni, þá hægt að innleiða þetta ferli líka hjá stofnunum. Já, aðeins þetta náttúrulega mörg kerfi sem að tala saman þegar kemur að þessu og Fjársýslan með tekjubókhalds- og innheimtukerfi ríkisins með sín kerfi sem halda utan reikninga og svo erum við með ARK sem svona greiðslu- og birtingakerfi reikninga ríkisins og umsóknarkerfi sem Gunnar fjallaði ansi vel áðan og við ætlum að renna svona aðeins í gegnum ferlið. Fyrsta og við sjáum líka demo á eftir en akkurat núna þá fyrir aðeins í gegnum þetta að notandi tengist svona kerfi Íslands í gegnum OpenID þannig að hann auðkenndur. Hann fyllir út umsókn og velur að greiða og þá í rauninni býr Fjársýslan til sjálfkrafa reikning yfir í arkið með verðupplýsingum og notandi getur í svona viðmóti slegið inn kortaupplýsingar eða notað kort sem hann á til staðar, færsluherðir sendir sýndarnúmer og svoleiðis og
notandi þarf að staðfesta greiðslu með 3D Secure. Svo fær hann staðfestingu fyrir kaupum á umsókn og þá getur notandinn síðan nálgast reikningin í postholuisland.is. Og svo aðeins svona meira nánar ferlið í smáatriðum. Það er svona nokkrar pílur svona af upplýsingum að fljóta fram og tilbaka. Sem sagt, fyrst sendir Fjársýslan umsóknarkerfinu í rauninni upplýsingar hvað kostnaðurinn á því gjaldi sem notandinn ætlar sér að borga. Notandinn sér verðið og ákveður að greiða og þá býr Fjársýslan til reikning og við vistum þær upplýsingar. Því næst fer notandinn áfram yfir í þetta quick pay flow í arkinu sem í rauninni þetta er svona samskonar þessar greiðslusíður frá borgun og svoleiðis, þar sem þú ert í rauninni bara með notandaviðmót, sjá myndaði eftir smástund og getur þar greitt á öruggan hátt og geymt kreditkortanúmerið sitt og síðan fer notandinn tilbaka og býður eftir að ríkið staðfesti að hann hafi greitt og síðan vistu þessar upplýsingar og notandinn sendir inn umsóknina sína og umsóknin er afgreidd. Okay. Aðeins ávinningin af þessu verkefni, en þetta er náttúrulega gríðarlega bætt þjónusta að það er ekki bara hægt að sækja á vefnum, heldur líka hægt að greiða í stafrænni lausn. Einnig varðandi það að geta séð alltaf reikningin sinn, þú týnir ekki blaði sem er eitthvað kvittun, heldur hún er alltaf aðgengileg á mínum síðum. Eins varðandi reikninga sem eru gjaldsettir fram í tíman, að þá getur notandi skoða greiðslusögu og niðurbrot á kostnaði eins og vöxtum og öðru sem að fer gríðarlegur tími í hjá stofnunum að svara fyrir í síma. Og eins og ég sagði áðan, í framtíðarlausninni þá mun birting reiknings og greiðsla vera á sama stað sem að þykir mjög gott. Hver er ávinningurinn fyrir stofnanir? Það er mikil hagræðing í umsýslu og í raun og veru fer allt ferli núna bara í miðlægt ferli hjá Fjársýslunni. Að það verður ekkert greiðsluapparat hjá stofnununum. Þetta eru færri handtök og fyrirspurnir, minni sendingakostnaðar og bókhaldsvinna þið skiljið hvert þeir að fara, en þau þurfa heldur ekki stofnunum að vera með sér greiðslugátt. Þetta fer allt í gegnum einn miðlægan stað. Og síðast en ekki síst það var að Fjársýslan, þar þarf engin mannsönd að koma að ferlinu, það er mikil hagræðing í bókhaldi og afstenningum og hagræðing í færsluhirðingu er gríðarleg. Þá ætlum við að sýna ykkur myndband. Sýna ykkur bara í rauninni smá demo af ferlinu og við tókum í rauninni bara upp svona vídeo af því þegar að notandi er að fara inn og ætlar að sækja fullnaðarskírteini, ökuskírteini. Hann fer í þetta, sjáðu líka umsóknarkerfið, hann samþykkir í rauninni hvernig farið með persónuupplýsingar hans og svo fær hann svona niðurstöður. Ég náttúrulega ekki í rauninni nemandi, ég er búinn að standa akstursmat og svo sjáu þið mig sem nemanda að ég sé í rauninni myndina mína, þú velur hvar ætlar að sækja ökuskírteinið, svo þarftu að svara svona heilbrigðisyfirlýsingu og fær svona yfirleitt yfir umsóknina áfram og þá ertu í rauninni farin áfram í að greiða og þá ferðu yfir á þetta er sem sagt þetta quick pay flow hjá greiðsluvitinni, þetta ark, partur af arkinu og þú greiðir og þarna getur þú vista greiðslukorti líka þú vilt bara ekki þurfa að stimpla inn oft og svo ítir á greiða, fer í gegnum 3D Secure ferlið og svo þegar þú ert búinn að þarna er rauninni staðfesting og það var greitt og svo þarftu aðeins að bíða eftir staðfestingu og endanum farið svona staðfestingu að umsóknin sé farin og hvað sé í rauninni næstu skref hjá þér og þá er það í rauninni bara komið. Já. Þá erum við bara
búin. Takk Já. fyrir. Spurningar? Takk kærlega fyrir þetta. Við ráðum kannski hérna einni spurningu. Þarf þetta greiðslukerfi eða ferli að vera bundið við umsóknarkerfið eða er hægt að nýta það í greiðslur annars staðar? Það er rauninni sjálfsög ekkert því til fyrirstöðu að þetta sé notað í annað. Akkurat núna er það frekar bundið við umsóknarkerfið og það er svona primary, svona aðal use caseið, en það er ekkert í eðli sínu í þessum kerfum bæði frá fjársýslunni og arkinu sem kemur í veg fyrir að þetta sé notað fyrir hvaða opinberar greiðslur sem er. Frábært. Takk kærlega fyrir þetta Arndís og Arnór, en ég hlakka heldur betur til að borga reikningana mína þarna inni.